í Valshöllinni í kvöld. Hvað að gerast hjá þínum drengjum? Hvað tapir þessum? Ég held að við verðum að byrja á bara mjög slöku varnarleik. Það er bara að segja þar og sér. Okkar gameplan var að vinna hörðum höndum að því að Breysi fengi úr litla móða og reyna að gera Úrald King erfitt fyrir og eitthvað svona sko, en á sama tíma og okkur gekk erfilega með Úrald þá já, bara náðum við enga veginn að stoppa hérna, greita þá. Ég meina, Benedikt Blöndal, Þorgeir Blöndal, Illugi, Gunnar Ingi, það er þessi gæjar sem að unnið leik frá og þar var bara svona individual varnarleikur. Við vorum ekki að halda mönnum fyrir framan okkur í teiknum þegar þeir voru að kötta, þá náður einhvern alltaf að fá sér leikjum. Og það er bara erfitt að vinna leiki þegar þú ert að gefa upp svona rosalega mikið leikjum eins og við gáum upp í dag. En ég meina, bara overall vorum við bara hrikalega lélegir, það verður bara að segja alveg sver. Við vorum ekki góðir í sókn heldur, þannig að þetta er svona kannski það sem stendur upp úr varnarleikurinn. Hann var bara mjög slagur og það er sárt af því að það er svona kannski það sem við erum búin að vera að vinna mest í og svona, trúum að hafa verið að gefa okkur góða frammistöður, bæði í góðum sigurleikjum og líka í erfiðum tapleikjum eins og móti Keflavík og Tindastóll. En þetta var bara döpur frammistaða og bara kredit á Val, þeir voru bara miklu betri við og hungraði meira í sigur eins fáránlegt og það hljómar. Þeir náttúrulega ekki öruggir með sitt sæti í deildinni og frammistaðan og svona vinnu sem eftir því. Við töluðum um það í gær að þeir væru hardduglegir og það væri þvílík vinnu sem í þessu liði og við þurftum að mæta því og helst að vinna það slag. En við skítöpum hún, það bara, fyrstu 20 mín það var bara mjög vont, þannig að við áttum ekki skilja okkur leik. Þú eru bara 3 umferðir eftir, tímabilið hjá ykkur náttúrulega byrjaði eins og það byrjaði og svo hafið við svona verið að sækja ykkur veðrinn og sérstaklega núna í seinni umferðinni. Voruð þið svona, konum með augun á úrslitakeppni sætið núna fyrir... Alls ekki sko. Nei, ekki? Alls ekki, ég meina við áttum bara fyrir leikinn í dag 4 leiki eftir og gólið okkar var að vinna næsta leik og reyna að halda pressunni gangandi. Ég meina við vitum alveg, það er hægt að tala um þetta Keflavíkurlið og hvað þeir hafi ekki getað. Keflavíkurlið var bara betur heldur við Þorlákshöfn daginn. Þannig að við hefum enga ástæðu til að ætla það að þeir séu ekki nógu góð til að vera úrslitakeppni. Og vissulega eru þeir búin að ganga í gegnum erfiðleika, enda þeir eru búin að vera í brasi með sinn leikmannahóp eins og bara mörg önnur lið og ef einhver hélt ég ætla að horfa þannig á þetta fyrir okkur að vinna þennan leik, halda pressunni gangandi. Við getum ekkert verið að hugsa um það hvernig við ferum í leikjunum hjá Keflavík eða öðru lið. Við þurfum að hugsa um botninn á sjálfum okkur og það var bara því miður ekki gott í dag og þannig að við erum búin að vera svolítið langt frá þessar úrslitakeppni í svolítið tíma þó við höfum haldið þessu gangandi með því að vinna góða sigra eins og á móti Haukum og IR sem kannski menn reiknuðu ekkert með. En það er ekkert mál að mæta mótiverar í þessu leiki þegar þú átt ekki að vinna sko. En það er annað að vera klári í slaginn og spila upp á sitt besta þegar ef að situation er þannig að við teljum og sem að tilfell er að við eigum ekki að vinna neitt sko. En við auðvitað gerum þá kröfu þegar við förum inn í þennan lokaða slag að við þurfum að vinna hvern einasta leik á móti liðunum fyrir neðan okkur ef við ætlum að segja svo úrslitakeppni. Þannig að þessi leikur var bara fólkdýr og fer helvítið langt með að kasta þessu frá okkur, það er ekkert flókið. Það er núna 2 leiki í röð á móti liðum sem erum fyrir í 2 neðstu sætum deildarinnar. Hvað hægt að gera til þess að þínir menn mæti stendir í káleik? Við þurfum bara að efla sálina til að byrja með vegna þess að þetta er náttúrulega bara óbóðslega vonbrigði. Ég meina við vorum bara óbóðslega daprir í dag í leik sem að skipta miklu máli, þannig að við þurfum fyrst að bara að koma okkur saman það að klára þetta mót með sóma og rífa okkur upp úr svona lélegum eins og við bjóðum upp á í dag. Og í rauninni er hugsunin ekkert öðru sig heldur að fyrir leik í dag. Við þurfum bara að vinna næsta leik og reyna að sjá hvort við náum að pressa á Keflavík. Við höfum ekki haft þetta úrslitakeppnis möguleika dæmi í höndunum á okkur til þessa og það hefur ekkert breyst en eins og ég sagði að klára þennan leik ekki í dag gerir þetta helvíti langt. Takk fyrir.